Núna ætlum við aðeins að skoða hvernig við færum svo þessi verkefni sem við erum búin að vera að skrifa af mikilli snilld á okkar eigin vélum og gerum þau aðgengileg alheiminum eða heiminum. Og til þess ætlum við að nota Heroku sem er afskaplega þægilegt og passar vel inn í það sem við erum að gera. En það eru náttúrulega margar aðrar leiðir í boði en fáar jafn þægilegar á Heroku. En Heroku er fyrirtæki sem er búin að vera til nokkur ár og stofnað af Salesforce.com og er að reka Platform as a Service, eða PaaS, sem þýðir þá að við höfum einhvern plattform sem við getum hlaðið okkar forritum upp á og gert aðgengilega á netinu. Þannig að plattformið er þá eins og að vera að keyra einhverja Linux-vél eða einhvern vefþjón. Og þetta keyrir allt saman ofan á AWS eða Amazon Web Services, þannig að þetta nýtir það sem að þar er í boði, sem að við getum líka gert sjálf, en er bara meiri handavinna en ódýrara. Þannig að við erum í rauninni þannig að borga, ef við ætlum að keyra verkefninu okkar á Heroku, þá erum við að borga svolítið fyrir þægindin. Það er vel þess virði, allavega finnst mér það. Og við getum svona keyrt forritin okkar í skýinu. Og við þurfum ekki að hugsa um það að reka einhverjar vélar. Við þurfum ekki að SSH einhverjum staðar inn og uppfæra stýrikerfi. Það er það leiðilegast í heimi, finnst mér. Og við keyrum svo forritið okkar sem eitthvað svona app. Þannig að við setjum forritinu okkar einhvern veginn upp og svo gerum við eitthvað og þá keyrir það svona sem eitthvað app á Heroku. Það er sem sagt hægt að skrá sig á heroku.com og það er alveg frítt plan sem er nóg fyrir okkur meðan við erum bara að skoða þetta og læra þessi hugtök og fikta með þetta. Og það leyfir okkur að keyra svona, þessi upp okkar í einhverja 450 klukkutíma, en þau munu ekki hafa forgang í því, þau munu ekki hafa mikið minni og svona, þannig að þetta er léleg upplifun, en þetta er samt, við fáum upplifunina. Og eftir að við erum búin að skrá okkur á heroku.com, þá fáum við bara upp þennan möguleika að búa til nýtt app. Þannig að nú er ég hérna búin að skrá mig og ég fer hérna á heroku.com og ég er hérna bara á einhverju notanda sem ég bjó til. Skráði mig bara með nafni, e-maili og fekk tölvupóst og kláraði það og kemur síðan bara inn í þetta og er hérna create new app. Þannig að hérna er eitthvað, við þurfum að gefa því eitthvað nafn. Þannig að þetta er bara vefforritun 2018 test. Það er í lagi, við ætlum að hafa það í Europe, af því þetta notar AWS, þannig að þetta notar gagnaþjónuna eða gagnaverin hjá AWS, annað í Europe sem er í Írlandi og hitt í Bandaríkjunum sem er í Virginia. Og við gerum hérna create app og þá erum við búin að búa til eitthvað app. Svo þurfum við að gera eitthvað núna til þess að koma þessu appi keyrandi. Og við getum tengt forritin okkar með GitHub, þannig að ef við erum að geyma source code okkar í GitHub, þá getum við tengt það bara við. Eða við getum notað þetta Heroku CLI. Og Heroku CLI er sem sagt bara svona command line interface tool sem leyfir okkur að framkvæma flestar aðgerðir á móti Heroku. Og bæði þær sem eru í boði í gegnum vefviðmótið, þannig að það er að búa til app eins og ég var að gera þetta í gegnum eitthvað vefviðmót í gegnum þetta tól. Og svo eru aðrar aðgerðir sem eru ekki aðgengilegar í gegnum vefviðmótið. Vá, flókið orð. Og þetta er svona eins og með NPM kliði sem við notum, þá gerum við Heroku login og þá skráum við okkur bara inn með okkar notanafni og passvorti og þá er við búa til trausta milli kliðsins og Heroku. Og við erum að nota þetta í bland við vefviðmótið. En hugmyndafræðin á því hvernig Heroku er sett upp var dokumenteruð í The 12 Factor App sem er bara svona manifesto einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvað þetta er nákvæmlega sem var tekið saman af starfsmönnum Heroku eftir að vera búin að vera keyrt í nokkur ár og eru svona leiðir til þess að búa til forrit sem eru svona software as a service og er í raun mjög auðvelt bæði að developa, bara að þróa og að deploya á einhvern stað og gera þetta allt saman svona hratt og örugglega. Og þetta er afskaplega svona, þetta eru 12 svona prinsip, ég veit ekki hvað, eða factors, já, og þeir eru afskaplega svona góðir, svona góð filosófía. Þannig að ég ætla að renna þessi gegnum þetta.
og þetta sem brúar að einhverju leyti þetta bilið á milli sem að var svona hérna í gamla daga svolítið meira en það er núna en er alveg þetta staðar að þú ert með eitthvað svona development það sem eru forritarnir sem eru bara eitthvað að hamra út einhverjum frábærum forritum á sínum vélum og á einhverjum testvélum og eitthvað svona og svo operations sem að síðan actually taka þessi forrit og setja þau og reka þau síðan áfram passa upp á það að það sé nóg af CPU sé ekki í vandræðum og það sé nóg minni og það sé nóg pláss og það hafa gagnagrunn og allt svona og það var oft svona, getur orðið svona klass þarna á milli og það var til þetta hugtak DevOps sem eru svona developerar sem geta líka verið svona í operations þannig að þá ertu bæði forritari sem getur verið að forrita vefina og þú getur síðan rekið og bara sjálfur og ekkert mál og þetta er byggt á reynslu Heroku þannig að fyrsti faktorinn er codebase one codebase tracked in revision control many deploys þannig að það er þetta að við viljum alltaf geyma appið okkar í source control sem við erum búin að vera að gera vanda okkur svolítið við núna og geyma þetta þá í eins og í Git og á GitHub og við erum þar með codebase okkar og síðan tökum við þetta codebase og deployum því á marga staði við deployum því á vélinni okkar til þess að sjá hvernig það virkar við deployum því á einhver testþjón til þess að leyfa einhverjum testurum að prófa það við deployum því á einhvern raunþjón til þess að leyfa viðskiptavinum okkar að komast í það og við getum sem sagt gert þetta með klínu þá getum við bætt við Git remote til að pússa úr okkar repoi yfir í það þannig að hann er að nota þetta remote til þess að geta sendt eitthvað yfir í Heroku þá getum við sett með Heroku tólinu Heroku Git remote og svo hérna -a nafnið á appinu okkar og það bætir við í Git repositorinu okkar remote sem heitir Heroku sem við getum pússað á og þá getum við pússað annarkvort bara á það er bara master bransi sem er það sem er deployað eða við getum pússað einhverju bransi frá okkur þannig að við getum verið með mörg keyrandi á Heroku og við getum pússað hérna þessu bransi sem við erum að vinna okkar vinnu í á Heroku þannig að ég get verið að vinna einhvern fítus og ég vil sýna einhverjum verkefnastjóra sem ég er að sjá það verkefni ég vil sýna viðkomandi hvert ég er komin án þess að þurfa eitthvað að fara eitthvað vesinn að fá einhverja sér testvél eða ég þarf að taka niður raun til að setja upp þennan fítur eitthvað þannig ég get bara spinna upp nýju appi á Heroku pússað mínu bransi yfir á það app og sýnt í raun hvernig gengur hjá mér og það er mjög næs þannig að þá erum við með svona eitt codebase hér og svo deployum við því á marga staði og þá getum við, það virkar mjög vel dependencies explicitly declare and isolate dependencies þetta erum við búin að ræða aðeins við eigum ekki að gera ráð fyrir því að vera með einhverjar óbein dependencies við eigum ekki að gera ráð fyrir því að Express sé uppsett eða að Node sé uppsett í þessari útgáfu við þurfum að segja nákvæmlega hvað við þurfum og hvaða útgáfu af því og það gerum við í okkar tilfelli fyrir Node-verkefnin í package.json þannig að Heroku þegar það er að deploya les package.json og deploya nákvæmlega því sem við skilgreinum þar eða lætur okkur vita ef það getur ekki Númer 3, config store config in the environment þetta er svona kannski það sem mun mest snerta okkur en stillingar eru þetta sem er ólíkt á milli deploya og eru líka bara ólíkar á milli keyslu á forritum almennt en þegar við erum búin að búa til eitthvað deploy eins og við vorum með hérna uppi þessa myndina ég sem einhver forritari hér er með gagnagrunnin minn settan upp á þessum hérna stað og taflan heitir þetta þú sem einhver annar developer ert með það öðruvísi hvernig hefur við getað vunnið í sama codebase-nu með í raun og hann þarf að geta vitað af sitt hverjum gagnagrunnum og svo annar hérna á einhverjum staging-grunni og annar á einhverjum production-grunni hvernig hefur við að geta managed það að vita hvaða gagnagrunni við höfum að tala við þá gerum við það með því að lesa þá lesum við það úr umhverfinu og þetta getur verið gagnagrunnar eða þetta getur verið aðgangsupplýsingar við erum með eitthvað tengingu við Facebook þannig við þurfum að vera með eitthvað secret key við Facebook það er eitt fyrir production appið okkar það er annað fyrir það þegar við erum að developa og testa eitthvað að við viljum ekki vera að testa og setja einhverja testfæslur inn á Facebook síðu fyrirtækisins að því að við erum að búa til einhvern nýjan feature þannig að við þurfum einhvern veginn að geta aðgreint þetta á milli og þetta viljum við setja ekki vist í kóða að því að
þetta sem ég er búinn að nefna er ástæða og svo náttúrulega annað að kannski er þetta einhver leyndarmál sem er kannski bara eitthvað, ég ætla ekki að fara að vista í einhverju codebase sem er kannski public einhvers staðar, einhver getur komist í sem er bara eitthvað hérna aðgengislyklarnir mínir á gagnagrunninn með öllum upplýsingunum okkar. Já, eins og cookie secret er nákvæmlega eitthvað sem væri ekki geymt í kóða, heldur geymt í environmentinu. En það er oft, þú veist, eins og svona þegar maður það er oft miklu auðveldara að gera það ekki og skrifa bara inn einhverja strengi, en þetta er bara svona eitthvað sem maður þarf að temja sér. Og þetta er svona eins og þið hafa kannski heyrt. Ef þið eru að hardkóða eitthvað, þá er það eitthvað sem þið þurfa að spá í. Þú veist, þið þurfið einhvern veginn að geta dregið þetta sem þið eru búin að hardkóða einhvern veginn upp í stillingar og svo stillingarnar út úr forritunum ykkar inn í bara umhverfið til þess að geta notað það þar. En þetta umhverfi, það er í raun bara eitthvað hugtak það að við keyrum eitthvað process og hann hefur í raun eitthvað environment breytur sem er hægt að setja og eru þá aðgengilegar öllum forritum í þeim process og við getum nálgast þær í process.env, process verandi þessi aðal hlutur sem að Node keyrir og við getum sent þessar upplýsingar beint inn í forritun okkar bara með því að segja hérna eitthvað port 999 og keyrt svo forritun okkar. Þá setur þetta hérna sem lykilinn port með gildi 999 og Node mun taka það inn í processin og appið hérna í app.js getur þá lesið úr process.env.port þar upplýsingar. Þannig þá getum við fengið portið hér og þá er það í staðinn fyrir að hardkóða sem port 3000 eða 5000 eða eitthvað. Og svo getum við þá búið til, þá getum við keyrt eins og ég hef lent í, ég er að keyra 2 dæmi og þá segir dæmi nummer 2 sem ég er að keyra, hei það er ekki búin að taka portið. Þá get ég keyrt upp mörg dæmi á mismunandi portum. Og já, en þetta náttúrulega skalar ekkert svakalega vel þegar við viljum ekki vera að finna eitthvað, já ég er með cookie security, ég þarf að muna að setja það, ég þarf að setja portið, ég þarf að muna að setja það, ég þarf að setja hostname, ég þarf að setja gagnagrunnslóðina og eitthvað svona. Þannig að við getum í raun safnað þessu allir saman í skjal sem heitir .env sem er svona bara einhver de facto standard til þess að halda utan environment breytur og síðan nota .env pakkan til þess að lesa upp úr þessu skjali og þannig hérna nálgast þessar upplýsingar úr environmentinu. Og þær eru þessar env-skrár eiga það þá til að geyma svona viðkvæmar upplýsingar, lykla inn á einhverja þjónustur eða slóður eða eitthvað svona sem að enginn á að svo sem komast í. Og við viljum bæta þeim við í git-ignore og aldrei tjekka þær inn. Af því að þetta er alveg sér business að fylgjast með committum á public repos í GitHub og bara nota regex til að leita að einhverjum svona þú tjekkar og ert inn lyklana í S3. Ég ætla að taka það núna og ég ætla að nota S3-ið þitt til þess að uploada einhverju fullt af einhverju drasli og gera aðgengilegt fyrir einhverju aðra. Og þetta er bara, fólk hefur verið að fá $20,000 reikninga bara því að það tjekkaði og vart inn S3-lyklana sína og glemdi og svo var bara einhver að nota það í 3 mánuði eða í mánuði jafnvel bara. Og þannig að þetta er svona, þetta getur verið vesinn sko, þegar þeir eru búin að tjekka þetta inn í Git, þá náttúrulega er þetta í historíinu nema við förum í einhverjar aðgerðir til þess að breyta historíinu og við höfum alltaf verið að trýta það ef við einhvern veginn publishum óvart leyndarmálunum okkar, að þá þurfum við alltaf að revoka þau og búa til nýtt. Þannig að ef við publishum hérna lykilorðinu á gagnagrunnslóðunum okkar, þá höfum við alltaf að breyta lykilorðinu bara leið og við föttum það. Sama hvort að við höldum að enginn hafi séð það, við gerum það saman, bara gott practice. Þannig að þá getum við verið hérna með env sem inniheldur host jafnt og localhost, port jafnt og 777 og app.js er með require.env og síðan köllum við strax í config sem sér það að lesa upp úr .env skráni og þá getum við lesið hérna upp úr process.env, notum hérna object destructuring til þess að lesa host yfir í breytuna hostname. Ef hún er ekki sett, þá notum við 127.0.0.1 og ef port er ekki sett, þá notum við 3000. Node-env er síðan svona sérstakt umhverfisskildi sem var fyrst notað í Express og það segir til hvort að við séum að keyra í development, erum við í þróun eða erum við í production. Og sem sagt Express leitar þessu gildi og ef það er sett sem true, eða Node-env sett sem development, þá leyfir það til dæmis okkur að skoða stack traces, það kassar ekki templatein okkar, þannig að við lendum ekki í því að
vera að breyta einhverju EGS-templiti eða PUG-templiti eitthvað og það bara virkar ekki af því að það kassað. En síðan ef við setjum það í production, þá kveikir það á kassing, slekkur á svona development tool, sýnir okkur engar villur og svona verður meira svona hardening mode. Svona. Þannig að það passar inn í hana sem við töluðum með öryggin í seinustu viku. Að þú veist, þetta einhver stilling sem lætur hlutin verða öruggari í keislu. Og þetta eitthvað sem við ættum ekki að setja sjálf en alltaf á bara okkar vélum að vera með Node Elm development ef við erum að vinna í einhverjum svona stærri verkefnum. Og hérna er grein það hvernig það alveg eitthvað 40% aukning í hraða að hafa Node Elm production á production útgáfu af Express. Númer 4, backing services. Treat backing services as attached resources. Og backing service þá einhver þjónusta sem við þurfum fyrir forritið okkar sem við getum nálgast yfir net. Það getur verið gagnagrunnar eða posttjónar eða eitthvað sem við þurfum að nota. Og við sem sagt viljum bara treata það sem eitthvað sem bara tengt við okkur og við tengjumst í gegnum eitthvað og við tengjumst í yfirleitt í gegnum einhver tengistreng. Þannig að og þetta sem gerir ekki greinamun á þjónustu sem settur upp á okkar eigin tölvu þegar við erum að þróa eða einhvers staðar hjá þriðja aðila. Þannig eins og hérna, þá erum við með eitthvað production deployment, þá notar það hérna raun gögnin frá Twitter, það notar raun S3 hjá Amazon, það notar raun posttjónin sem sendir í raun alvöru tölvupósta þegar við erum að gera eitthvað og það notar þennan MySQL grunn. Í Heroku er alveg gífurlega mikið af svona backing services í boði og það eru hérna Heroku add-ons þar sem við getum bara fengið hérna fyrir logging, e-mail, SMS sendingar, search, content management, network, bara alls konar flokkar og eins og hérna e-mail og SMS við getum notað hérna Blower.io SMS þannig að þá getum við búið til forrit þar sem við getum sendt SMS og við bara treatum það sem þjónustu sem við setjum upp, fáum eitthvað tengistreng, þurfum kannski að sækja eitthvað library til þess að actually nota það í kóðunum okkar en svo getum við bara farið að senda SMS og við getum verið með test og við getum verið með raun og svona og Heroku Postgres er þess að Heroku útgáfa af Postgres sem við getum notað og er ókeypis í raun upp að það að geyma eitthvað 10.000 línur eða 5 megabæti eitthvað svona sem er alveg nóg fyrir okkar og við getum bætti við með því að fara hérna og segja bara login to install, þannig að ég get ítt á þetta og ég get bætt þessu við appið eða ég get farið hér í resources og ég get fundið hérna Postgres, Heroku Postgres þá finnum við þetta hérna þá segir ég bara eitthvað, já, ok, hvað viltu fá? Hobby Dev sem er ókeypisplanið svo get ég líka valið hérna, já, nei, ég ætla að fá hérna Shield 8 sem kostar $12.250 á mánuði og þetta þú veist þannig að þetta alveg svona öll skrefin hann á milli en þetta er actually notað af risastórum fyrirtækjum sem að þetta er möguleiki að þetta er einhver að borga svona mikið fyrir þessa þjónustu. Þannig að við erum hérna bara einhvern tíma krakkar, þá förum við í Shield 8. En við byrjum hérna og svo gerum við bara provision og núna er ég bara komið með aðgang. Nú er appið mitt komið með Heroku Postgres grunn sem er bara tengdur og ég get byrjað að nota. Og svo getum við gert þetta svona þetta gerir nákvæmlega sama með klíinu og við fáum þá í núna environmentið, þegar það er eitthvað sem Heroku notar, þá fáum við núna database URL, ef við förum inn í settings, reveal config vars, þá fáum við hérna database URL sem er þá kunnulegu strengur, connection strengur við Postgres grunninn sem var verið að provisiona fyrir okkur. Og þá er það hérna username og password og svo einhver staðsetning einhver staðar út í heimi sem við notum til þess að tengjast. Þannig að hvort sem við notum þennan grunn eða einhvern grunn á tölvunni okkar skiptir okkur ekki máli, við lesum það bara úr umhverfinu og notum hvort sem er. Númer 5, build, release, run, strictly separate build and run stages. Þegar kóða er breytt í deploy í 3 skrefum. Fyrst er eitthvað build skref, þar sem að kóðun okkar, ásamt öllum dependencies og öðru, og þetta annað er eitthvað sem við munum skoða þegar við fyrir að nota hérna, React og þurfum að nota Webpack til þess að búa til svona build skref fyrir React-dótið okkar. Þessu er öllu safnað saman í eitthvað build. Buildinu síðan er búið til release, þar sem að buildið plus configið er sett saman, gefið eitthvað auðkenni og því er releaseað og það er síðan keyrt. Og þá er það þessi release útgáfa er keyrð. En út af því að við erum að nota
fylgja þessu 12-faktor appi og það notað þetta, þá fáum við svona auðkenni sem við getum auðveldlega bakkað með. Þannig að við getum í raun verið búin að vera að gera einhverja virkni, deployum einhverju, það bara handónýtt, þá förum við bara hérna í activity, það ekkert að gerast hér, en þá kemur bara hérna eitthvað, já, ég enablaði logplex, ég ætla bara að roll back to here, en ég get bara tekið tilbaka skref í tíma og ég bara allt í einu ekki lengur búin að deploya þessu dóti sem var bilað. Þannig að þá erum við með eitthvað kóða, við erum með eitthvað build, eitthvað config sem verður saman að release. Processes execute the app as one or more stateless processes. Þannig að appið okkar sem við keyrum á að keyra í svona stateless processum og þá hermir þetta svolítið eftir HTTP að þetta góður leið til að láta hluti skala rosalega vel. Og hver keisla stöðulaus og deilir þar af leiðandi engu með öðrum keislum, þannig að við getum í raun og verið að keyra bara processa af appinu okkar. Og til þess að deila einhverju á milli, þá þurfum við að nota eitthvað annað en minnið á processnum eða skráarkerfið. Af því að processin í raun bara getur dáið, hann í raun bara svona fyrirmál, hann hverfur bara út í eðirinn þegar hann búinn. Þannig að við þurfum að nota eitthvað annað en minni eða skráarkerfi fyrir langtíma geymslu. Og í Heroku þá getum við skilgreint hvernig processa við erum að nota. Þá notum við proc-file og hann getur til dæmis innihaldið web. Þá erum við að fara að vera með web process og hann keyrður upp með því að keyra node app.js eða npm start og það keyrir þá upp web appið okkar sem mun nota HTTP virknina í Heroku og ef við vistum eitthvað á skráarkerfinu í Heroku þá mun hann vera til staðar í einhver tíma en leið og processin hann recycla sig eða gerir eitthvað þá mun dótið sem við skrifum á disk hverfa. Þannig að við getum ekki skrifa neitt, við getum ekki notað fs write file á Heroku. Við erum að nota gagnagrunna eða álíka til þess að vista grunnin okkur. Port binding, export services via port binding. Appið bindur sig við port í keisluumhverfi og hlustar á beiðni sem koma inn á því porti. Og þetta eitthvað sem við erum búin að vera að gera með því að nota app.listen á einhverju porti, nema nú þurfum við aðeins að breyta til þegar við notum Heroku. Við skilgreinum ekki lengur hostnamið, það er eitthvað sem að Heroku sér fyrir okkur. En núna þegar við keyrum eitthvað á Heroku þá notum við bara portið og það mun virka fyrir okkur á localhost en ef við breytum þessu yfir þetta þá mun það virka bæði fyrir okkur í development og á Heroku. Concurrency, scale out via the process module. Þannig að með því að nota svona stateless processa þá getum við nota það til að skala í raun verkefninu okkar og nota mismunandi process type. Við notum web fyrir web-trafík, einhver worker process fyrir gagnavinnslu. Þannig að við erum í raun tökum við einhverjum requestum á webnum okkar, sendum þau yfir í worker til að gera einhverja gagnavinnslu svona fyrir stærri verkefni. Og síðan nýtum við svona dynos sem eru þessi containerar fyrir processin þetta er hugtak sem Heroku býr til fyrir process plus eitthvað meira og við getum stýrt hve margir dynos keyra undir hverju process type. Þannig að til fyrir vefin okkar, við erum með vef og við erum bara að keyra á einum dyno svo allt í einu verður við rosalega vinsæl og við þurfum að skala upp, við þurfum að geta tekið við fleiri requestum og þá getum við bara skala okkur upp með því að segja fyrir web ekki nota 1 process, notaðu 5 og þá getum við sett bara hérna Heroku PS scale web á að fá 2 dynos, worker á að fá 4 eða worker á að fá 0 þegar við viljum slökkva eða eitthvað. Þannig að þarna getum við í raun brugðist við og svo borgum við bara eftir því hvað við notum. Þannig að við erum að nota þetta þá þurfum við ekki að vera að kaupa einhverjar rándýrar vélar af því að við verðum hugsanlega kannski einhvern tímann vinsæl. Við byrjum bara lítið, svo bara skölum við okkur upp, hægt og rólega. Þannig að þá getum við skala okkur upp hérna og svo getum við diversifya með því að búa bara til fleiri svona process types ef við þurfum þess. Við erum eitthvað að vinna með vídeo, við erum að búa til video processing dót. Við erum að vinna allir með mikið af þeim, þá bara setjum við marga dynos í það að gera það. Disposability, maximize robustness with fast startup and graceful shutdown. Sem þýðir það að þessi processar, eða þessi forritun okkar, þar sem þau eru keyrð, þau getur verið keyrð upp bara án mikils fyrirvara og slökkna þeim án hicks. Þannig að við þurfum að passa okkur upp á því að vera ekki að vinna með mikið af gögnum í minni,
heldur þurfum við að gera eitthvað og koma því frá okkur, koma því í eitthvað stateful store sem fyrst. Og þannig til dæmis þetta nota svona messaging queues. Þannig að þetta svona hluti sem að ef við fyrir að skoða stærri verkefni, sem við veit ekki hvort við gerum, þá þetta nota þannig. Og app ætti síðan að vera fljótt að kveikja á sér. Þannig að það ætti ekki að þurfa að fara í gegnum einhvern rosalega prósess við að lesa margar stillingar og gera eitthvað. Það ætti að vera fljótt að byrja. Dev prod parity, keep development, staging and production as similar as possible. Þannig að við viljum í raun minnka bilið á milli þess hver hratt við gefum út. Af því að með þessu módeli, þá ætlum við þetta að við getum bakkað bara svona, þá getum við í raun farið úr því að vera kannski að gefa út eina útgáfu einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði, yfir í það að vera að gefa út oft á dag. Og það eru í raun fyrirtæki sem eru að gefa kannski út nýjar útgáfur af verkefnum sínum bara 20 sinum á dag. Það er bara verið að deploya einhverjum nýjum featurum 20 sinum á dag og laga bugga og það er ekkert mál. Þetta er einn hjálpa til í það, því það verður allt svo straumlínulagað. Og minnka bilið á milli þeirra sem skrifa forritið og gefa þau út eða reka þau, þessi DevOps pæling, og minnka bilið á milli þessara tóla sem við erum að nota. Þannig að þróunar og keisluumhverfið okkar ætti að vera eins. Við ættum ekki að vera að vinna með mismunandi hluti og mismunandi stöðum. Þannig að þá er þessi resource, þessi backing services pæling, það verður svo ódýrt að setja upp og nota svona, setja upp þessi umhverfi. Það tók mig 10 sekúndur að provisiona Postgres-grunn. Ef ég var að keyra þetta og reka sjálfur vélina, þá það kannski tekið mig hálfan dag, gefið að ég myndi ekki lenda í einhverjum auðkennisvandamálum við að setja Postgres. Logs, treat logs as event streams. Þannig að þegar við erum að keyra appið okkar, þá ættum við ekkert að vera að hugsa það að geima logga. Við ættum bara að vera að hugsa það að logga út það sem er að gerast og tengja síðan einhvern við þennan straum sem að appið er að gefa frá sér og sem að streymir því síðan á einhvern annan stað þar sem við getum í raun unnið úr loggunum og skoða hvað er í gangi. Þannig að þegar við erum að þróa, þá fylgjumst við með loggunum okkar bara í konsólinu. Við gerum eitthvað, komum villa, við sjáum villuna, við lögum hana og eitthvað svona. En þegar við erum komið með þetta í keislu, þá erum við ennþá að logga, nema þá er enginn sem er að horfa beint á konsólið alltaf allt og sér allt sem er að gerast. Heldur ýtum við í eitthvað kerfi sem leyfir okkur síðan að skoða. Það getur verið að aggregata fyrir okkur loggan, að sýna hvenær koma villur, sýna okkur hvað er að gerast í kringum villuna, já, það kom mikið requestum á þetta, svo kom villa og eitthvað svona. Og þannig að við notum bara console þess að skrifa út upplýsingar, console info fyrir standard out, fyrir hluti svona sem við viljum vera að svona audit logga, einhver logga þessi inn, það gerist á einhverjum tímapunkti og við loggum það, og svo error sem fyrir standard R fyrir villur, þá erum við í villuhandlinum okkar, þá getum við séð þar villur koma upp. Og það að skrifa góða logga er vandasamt, af því að maður læri ekki að meta það fyrir að maður þarf að debugga eitthvað issue í production sem kemur ekki upp nema í production eftir að við búið að keyra einhver tíma. Og eina sem maður hefur eru bara 60.000 línur á loggum og maður þarf einhvern veginn að geta komist að því hvað er að gerast. Og þá lærir maður af hverju var ég að logga eitthvað. Now at this moment a user logged in. Það er svona óþarflega verbose, maður vil bara vera to the point. Ekki of mikið upplýsingum, ekki of lítið. Og hérna er svona frá OWASP, bara logging cheat sheet sem segir okkur svona hvað er verðt að skoða, til dæmis hvaða eventa er gott að logga. Ekki bara einhverja að logga sig inn, heldur líka til dæmis að hann hafi loggað sig út og svona. Og í Heroku þá getum við séð þess að nýlega logga sem eru kannski eitthvað seinustu nokkrar mínúturnar í vefnum. Þá getum við séð það hérna, more, view logs. Þá er hérna bara eitthvað, þá er hann að logga það, þannig er audit loggur fyrir það sem ég var að gera, release WAF1, attach database by user, þannig að sjáum við, ef það eitthvað væri, þá sé ég nákvæmlega hvað gerðist, á hvaða tímapunkti, og svo getum við gert þetta líka í CLI með Heroku logs, þannig að ef við, kveikjum bara item, þannig að ég getum gert Heroku, who am I, ég er annar notandi, ég verið að testa, en ég get gert Heroku logs, þá veit hún ekki á hvaða app ég er og ég er ekki með þetta app, þannig að ég laga þetta bara eftir. Svo getum við verið með logs tail, þannig að þá bara getum við opnað nýjan glugga sem bara sýnir okkur loggana eins og þeir eru að gerast. Og svo getum við bætt við resource sem geymir þessa logga fyrir okkur. Þannig að við getum nota paper trail sem er bara svona
add-on sem við setjum upp og það bara hérna eitthvað geðveikt, scroll for older events, search for anything, seek to a date time, real time og svo hérna eitthvað place well with others, þú getur sett upp alert, þannig að þú getur verið með ef að það er mjög mikið af 500 villum að koma í appinu þínu og það er verið að logga það út, þá á að senda notification á þetta Slack channel og þá að senda SMS á þennan hóp í þessu tóli, þannig að þá getur maður verið að skilgreina svona monitoring, hvað gerist ef eitthvað klikkar. Og síðan að lokum admin processes, run admin management tasks as one-off processes. Þannig að það kemur fyrir að við erum ekki bara að keyra eitthvað app sem að tekur við einhverjum requestum og leyfir fólki að gera eitthvað og vinna eitthvað. Þetta þurfum við kannski að keyra einhverja eina keislu. Við þurfum að laga eitthvað gögnin í gagnagrunnum okkar. Við erum að gefa út nýja útgáfu, við þurfum að breyta gagnagrunnum okkar, gera svona migration eins og það er kallað. Við þurfum að hreinsa einhver gögn eða eitthvað svoleiðis. Og þá viljum við bara keyra það sem sér forrit, sem nýtir sér process, óháð öllu hinu. Þannig að við viljum ekki einhvern veginn vera svona jury-rigga inn einhverjum nýju ráti sem keyrir þessa lagfæringu fyrir okkur og svo fjarlægum við hana bara í næstu útgáfu. Þetta er bara búið til svona process og getur svona keyrt hann og þá er Heroku með svona leið fyrir okkur til að setja upp svona skriftur og keyra Heroku run eitthvað skript sem keyrir þá bara í sama umhverfi og allt hitt. Þetta er Heroku, og þetta 12-factor apps. Þannig að við skulum taka núna svona 10 mínútna pásu og taka svo dæmi þetta allt saman.